Það fréttir á þessum hvíta sunnu, nei, það annar hvíta sunnu. Veistu munun á hvíta og öðrum? Nei. Nei, ég get ekki sagt það heldur. Veistu hvað margir frídagar á Íslandi á hverju ári? Á. 16. Á, ég var að fara að segja 18. 16 frídagar. Finnst þér það mikið eða lítið? Ég hugsaði fyrst lítið. En svo það óslega mikið. Þetta meira en einn á mánuði ef þú horfir á allt árið. Það alveg mikið. Já. En það sé mikið í samanburði önnur lönd. Ég held að séu fleiri. Nei. Jú. Ég ætla að tjekka á þessu. Íslendingar, ég held að við Íslendingar eigum heimsmet í frítugum. Mér finnst þess að ég hef einhvern mann lesið það. Mér finnst svo spátt sér hella með frídag. Það bara frídagur, dagur þessa, dagur töskunar, dagur töskunar? Það er bara alls konar dagar. Það bara já, þeir eru 14 opinberir. Hvað, á Spáni? Já. Yes, Ísland með meira. Já. En hvað það telja með einhver vetrafríða? Chattaði hérna, what country has the most hvað segir maður, free days? Ég segi þetta bara íslensku. Hvaða landi með flesti frídagana? Já, það eru einhver svona Suður-Ameríka Nepal, 35. 35? Já, og svo eru önnur löndi svo Íran, Myanmar, Sri Lanka og Malasía sem eru svolítið í Evrópu er að Slóvakía með flesta opinbera frídaga. Slóvakía? Já, og Malta, það er líka Malta? Þannig að við erum ekki með marga frídaga eða pælir í því, sko. Hvað ert að ná í Eysteinn? Sorry. Já. Hann með, þetta fyrir töðan á þér. Aðeins. Já. Þetta er líka ekki bara hann, það er líka Aron vinnur hans. Nei, ég mætti hérna og það var bara Eysteinn og Aron vinnur hans bara með læti og djöfla, sko. Ég ætla hann bara að lása við podcasti hérna og klára það. Já, ég er bara ógeðslega mikið að hlusta á Dittu sagði mér að gera þetta og ég er bara hlýðinni. En velum að það sé samt ekki daga, þú veist. Já, en þegar maður getur það, skilur við, þá finnst mér fínt að... Ég pródúseraði þetta bara, setti börnin í pössun annar staðar. Já, það er álag á það sem er að passa krakkarna. Nei, ég setti á sig hvora staðina. Ég væri mjög til í að hafa Elmar litla hérna Byrtu, hlaupandum og fá sér ís. Ok, prófum, ég skal koma með einhvern tímann og sjá hvernig það gengur. Ég er mjög til í það. Bara Elmar var hérna, það var easy. Það var mjög næs. Hvað nammi myndir þú gefa Elmari að vera hérna? Myndir þú gefa hann poppið frá Nóa? Nýja poppið, hann er búin að hakka þetta í sig heima, sko. Já, krakkarnir að fíla þetta, sko. Ég var alltaf með barnaafmæli og ég var að bjóða upp á þetta og þetta sló í gegn. Já. Gjörsamlega sló í gegn og að vissulega sló líka í gegn að ég var með Subway platana. Já. Það sló í gegn, var með pizza og skinkubát og eitthvað svona. Svo varstu með Túle. Já. Tókst mynd af þessu og sendir hann á vinagrúpu sem við erum í. Já. Menn giskuð á, hvað er þetta, ferming? Nei, þetta er ykkur útskrift. Það giskaði enginn á barnaafmæli. Nei, fólk er ekki komið inn í sensusin hjá fólkinu að vera með bjór í barnaafmæli. Já, Túle í barnaafmæli, það er eitthvað svona, það er nýtt, sko, það er svolítið danst. Já, mér finnst það töff. Ég fíla það, sko. Já, og það finna við að það kláraðist, sko. Allur? Já, þú veist, ég var ekki með marga rútur af þessu, ég var bara með nokkri boði. Hvað var margir í þessu barnaafmæli? Það voru svona 20 manns eða eitthvað. 20 manns? Já. Er það ekki svona cirka? Ekki fyrir eitthvað lítið það? Nei, maður býður bara fjölskyldu. Þú veist, nú nefna bara það að maður býr ekki það stórt að maður bara hefur fjölskyldu barnaafmæli. Ég hef alveg getað boðið þér og fleiri vinum, en það er bara ekki plás. Nei, ég man maður gerði það með fyrsta barn, sko, þá bauð maður ógæðislega mörgum, sko, bara, þú veist, öllum vinahópum og fjölskyldu og þetta var bara svo útskrift, sko, som barn 2 aðeins rólegra. Já. Og reyndar Dagur er bara búin að eiga 1 afmæli en við heldum alltaf upp á það, sko. Já, við vorum ekki að bjóða eitthvað svona er hann afmæli komið en ég reyndar, sko, svona í seinni tíð hefur alveg gaman að barnaafmælum. Hvað er þetta minn? Já, nú vorum við að taka upp, fara fram. Já, tjöp. Þannig að ég hef í seinni tíð gaman að barnaafmælum vegna þess að maður hittir í fyrsta lagi börn vina sinna sjaldan, skilur, það er gaman að hitta þau. Það er rétt. Og líka bara vinni sína. Þú veist, mér veist allir hittingar í dag að vera eitthvað svona eins og eftir eru við að fara í eitthvað svona vinagrill í Gufunesi. Já, það er bara það eða þessi skíðaferð einu sinni ári fyrir utan einhverja stekkjanir og mögulega eitthvað brúðkaup og eitthvað svona. Maður þarf aðeins að bæta sig í þessu en verður þetta ekki betra það að börnin eru aðeins eldri? Það er svo langt í það, maður. Við vorum að rístarta, sko. Já, ég veit. Þú veist, það er allavega 8 ár Dagur verður eins og Eysteinn. Við heldum náttúrulega 2-falt afmæli því hann er 28. og litla er 30. Þannig að þau munu alltaf vilja halda sameiginlegt afmæli. Já. En það verður kannski leiðilegt fyrir hann þegar hann er orðinn 16 ára eða eitthvað. Við gerum þetta líka með Eysteinn og Katrínu þegar við vorum yngri en aðeins búin að breyta því, sko. Svo gerði maður, sko, að því maður vildi bjóða sem flestum með fyrsta barni þá
skiptir maður ammælinu fjölskyldan frá 2 til 4 og svo vininni 4 Já, til 6 það er mest álægið sko. það algjör geðu ekki, þannig að við bara nú erum við komið með 3 og bara nú bara eitt ammæli, fáir blood related people var bara reglan. Hversu lengi ætli maður geti sko eins og með Dag núna og hérna þú með þína minnstuði Magniðu hversu lengi ætli maður geti slefti að halda ammæli þannig að barni fyrir að vera eitthvað svona pabbi hérna, okkur haldi aldrei upp ammæli mitt er að tala um út leikskóla eða er að tala um þriðja bekk í þriðja bekk fara krakkar að tala saman og eitthvað svona, hvað hefur aldrei upp ammælið þetta? Ég held sér alltaf í leiks bara 4 ára bara upplifir ekki ammælið þetta Já, ég veit, þú myndi ekki upplifa skilur en heldur börn að bera saman eitthvað svona bækur sínar, eitthvað svona já, varst þú með ammæli helgina? Hvernig var? Já, var þetta fjölskyldan frá 24 og svo komið vin Já, meinar, hvenær bera þau saman? Já, bara hvenær myndi barnið fara að fatta þetta? Hversu lengi gæti ég sleppti að halda ammæli fyrir Dag þannig að hann fyrir eitthvað svona babbi, þú voru að fara að halda ammæli enda mér, þetta er ekki hægt það gengur ekki, já, þá er hann orðin 7 ára Já, ég ætla að segja svona annar þriðibekkur já. Þannig að ég er ekkert að segja ég ætla að gera það, en það væri helviti næs Já að sleppa þessu það væri það sko Svo líka kaup maður svo allt og mikið að veitingum sko, bara, ég held ég hef aldrei haldið barnaafmæli og allar veitingar klárast Nei Kom það fyrir því ég gera það? Það fór mikið Var þetta búið? Nei, það gerist náttúrulega alls ekki sko. Ég hef lært af þeim mistökum sko. Það sem að mini-pítsurnar klárast og eitthvað svona, enga mini-pítsur en svo sko, talandi um þetta poppina nei, hérna hitt, hvað heitir það hérna þetta? Hvað? Nógrafið? Mamma gerði hérna svona marenstertu og setti svona kúlur í rjóman Það var rosalegt Kláraðast það? Já, hún kláraðist það sjálfsögðu það klárast allt sem maður gerir sko. Ég gerir líka svona rúlluterstubrauð, pepperoni rúlluterstubrauð og ég hef hingað til bara gert 2 brauð skilur en Heiða bara við gerum 3 ég eitthvað, nei, það er allt of mikið gerði samt 3, kláraðist Það er aldrei of mikið að brauði sko. Það er líka svo ógeðslega gott hjá mér sko. Já, ég er svo flinkur í því, ég sleppi hérna ólífunum það er ógeðslega að hafa ólífur í þessu Er það eitthvað verður að vera ólífur? Er það einhver uppskrift? Uppskriftin er það, þá er þetta bara rúlluterstubrauð með sem sagt sveppum, sólþurrkuðum tómatum, ólífum, pepperoni osti, fetaosti. Og þú sleppir sólþurrkuðu og Nei, bara ólífum. Já. Og kaupir svona, ferði bónus og kaupir svona rúllubrauð. Já. Ég hef aldrei gert það, er þetta óstærfið það? Nei, þetta er skítalétt. Bara rúlar þessu upp, inn í op, búm, komið. Já, það er náttúrulega að setja á pönnu, steikja sveppina og bræði þetta allt saman í mauk sko, og svo smyrði þetta á og svo rúlar þessu upp. Og ég náttúrulega gerði ein mistök við það, ég setti hérna, rúlaði þessu upp og setti svo í álpappír og svo inn í opn í álpappír og það festist allt á álpappírnum sko. Byrju, setja þessu enn, þú rúlaði þessu upp, settir þetta í álpappír og inn í opn. Já, og fyrst getur þú gerði þetta? Nei, ég hef gert það oft, ég bara glimti mér eitthvað núna maður á bara að nota bökunarpappír, eðlilega þú veist, álpappírinn festist, álpappírinn og soggi brauð, það er bara Hvernig hast þú glimt þessu? Ég veit það ekki, bara ég veit það ekki Já, það er smá mistök, en akkur er maður ekki ofta með rúllubröð bara eitthvað svona, hvað er maður í hvað, það er rúllubröð er þetta eitthvað óallar en pizza eða? Ég held þetta sé alveg bomba sko. Já, ég meina, pizza er það líka en börnin mín voru ekkert að borða þetta samt sko. Þannig að ég veit ekki alveg veist, hvort það sé það sko. En svo er náttúrulega margir sem að setja aspas í þess að ég hafna því alveg sko. Aspas bara, er það ekki svona eins og hérna hvað heitir kryddið? Kóríander Já, er þetta ekki svona svipa? Fólk skiptist í lið Jú, ég held að Aspas, kóríander Þetta er svona 50-50 dæmi sko. En ég er hrifin að aspas Mér finnst aspas súpur líka góða sko. En já, hérna já, það er náttúrulega Ég man þegar maður var yngri og maður fór svona barnaafmæli þá var maður yfirleitt þunnur sko. Það var heldur næs Komið barnaafmæli og tróði í sig Já Hvað er land sem þú verið þunnur í barnaafmæli? Bara svona proper þunnur bara, það er mörg ár síðan ég geri mér ekki þennan óleik sko, að mæta einhverstaðar þunnur í barnaafmæli, held ég ekki gaman sko. Það versta sem ég hef gert, ég var í fertusammáli daginn fyrir ammælið á Katrinu til 4 nóttina sko. Svo var ég að halda upp á barnaafmæli fyrir Katrinu með öllu tilheyrandi sko. Ég var bara kvíða að hlusta á það. Ég veit að það var brekka sko. Og það var svona eins og þú varst að tala um einhver svona vininni frá 1-2 og svo digga-digga-dang Álag svo það taka til og lalala út að leika og já, nákvæmlega sko. Ég fer í svona kæruleysi skýr oft í svona ammælum, ég alveg skammaði fyrir það af völu, eitthvað svona voru að duglir að hella upp á kaffi og ég finn mér eitthvað svona eitt verkefni og er bara í því sem er þá hvað?
bara eitthvað, bara til dæmis, ég veit það ekki þú veist, einu sinni var ég að baka pítsur þá bara var ég bara í því of lengi eða ég er svona í hóstlutverkinu og er bara svona að taka mótöllum og já, gjör svo vel en gleymi að sinna svona matnum og því öllu skilur ég er svolítið yfir matnum bara þannig að ég næ ekkert að mingla neitt sko ég er bara á fullu í því hita, fara, setja borð Já, þú ert flottur hóst Já, ég væri samt til í að mingla þess meira aðeins svona Er heiða ég og þú ert vala í grunninn, já, hún svona tekur á móti meira fólkinu og mingla aðeins meira já það er að skipta þessu við getum ekki bæði í að sinna kaffinu og matnum og að mingla nei, svo sem ekki en þegar maður er gestur í barnafæli, ég fann að gera það svolítið núna og ég elska það, ég sest bara á fyrsta stólinn sem ég sé og sit þar bara allan tíman og ég er að gera þetta sko, ég byrjaði að gera þetta meðvitað af því að krakkarnir er svo mikið pabbi, hvað þannig nei, nú ert þú bara í ammali og þú ert bara að leika og nú er þetta nú er mín eldri börn svo stór að snýst eiginlega ekki þau en ég elska það, sitja bara einhvers staðar og sitja bara í barnaamæli samastaðanum í svona 3 klukkutíma En þú pælir hans í því, bara þú færð gest í ammali eða ferð í ammali er þetta ekki svolítið, þú kemur sest í einhvern stól og það áttu svolítið stólinn í ammalinu er það ekki þannig? Jú, þú átt hann ekki, en þið finnst þú eigan það fer eftir hvað, sko, ef rétt tillið gerir eitthvað, nærið kökusneið stendur upp, þá nei en þetta er góð pæling, sko hvað það maður að sitja lengi í stól í ammali til þess að fyrir ekki verið að taka stólið þinn já, varst reyndur að taka stólið minn fyrir ekki, ég myndi segja svona hálftími já, og ert með kaffibollan fyrir framann, skilurðu ég myndi segja góður hálftími þetta er líka svona, mást ekki það kannski upplifun að ekki lengur þegar ömmur manns komu í barnaammalinn þá áttu þau alveg stóla sko. Það er líka ömmur sko. Já, ég veit það en það er bara, amman var sett í einhvern stól og var þar í 2 klukkutíma Það er langt sem ég sé svona drullu gamla ömmu eða afa í barnaammalum þetta er allt dáið eða, þú veist eða bara einn okkur stofnunum sko. Var eitthvað svona drullu gammal Nei Var amma Fríða þarna? Nei, hún var ekki annað sko. En hún er heldur, sko, hún er mjög gömul en hún ber sig vel sko. Ég er að tala um einhvern svona sem er bara svona alveg að fara Já. Því ég man sko því ég var krakki þannig að ég ólst svo mikið upp með langömmu minni hún reynda var hess svona nánast að hún dó en hún átti vinkonur ég skil aldrei okkur vinkonur hennar voru að koma líka í ammali vinkonur langömmuðunar Já, kannski var þetta ekki alltaf einhver Nanna ég held að kannski var Nanna frænka mín þessi Nanna var alltaf með okkur Það er rosalegt, heitir hún ekki Nanna hérna rjúpan í Drakúla Greifa Gæti verið sko, Ég skal sækja það, Tómas og svona Heitir hún ekki Nanna Ég ekki spyrja mig sko Ég held það Nei, það var alltaf Nanna var alltaf með sko Þorláksmessu, það var alltaf amma Steina og svo Nanna og ég er að fatta það núna, ég veit ekkert hver þessi Nanna er sko, kannski er Nanna eitthvað svona Nanna og amma Steina voru eitthvað svona frændsískin eða eitthvað Ég ætla ekki að skilja fjölskylduna þína sko. Og Kristján Frostar á kantinum frænkaðinn en samt ekki Jú, þetta er mjög einfalt Amma Steina er langama okkar Kristjánar ömmur okkar eru sískinni eins og deyr amma mín þegar pabbi er lítill þannig að amma hennar Kristjánar er svona eiginlega amma mín líka Já, þess að það er svona sískinaböndum Þess að var pabbi svo náinn sínum sískinaböndum og svona eiginlega alveg upp með þeim en það er önnur saga en þessi Nanna, þú veist, ég hafði gaman að þessu hún kom alltaf, satt heil lengi og hún var svona alveg að fara hún var svo gömul sko og líka Þorláksmessu og það er ástæða fyrir að þú sundum svona hristir hausni að mér finnst skata góð finnst einhverjum skata góð, skata er viðbjóður sko. Finnst einhverjum skata góð En ég var til að byrja með þá var ég alltaf sýnast fyrir nönnu og ömmu Steinu voðalega gaman hvað að borða vel af þessu og fannst þér gaman að heyra árin, já, mér finnst það mjög gaman fyrstu árin var ég svona en svo fór mér að finnst þetta gott sko. já, sýnast fyrir svona gamla konur já, tengir ekki við þetta nei, ekki að sýnast sko. gaman að fá rósa og nönnu og einhverju gamalli konu vel gert Benni, þú er svo duglegur Benni minn var amma Fríða aldrei að rósa þér eitthvað svona Já, hún var alltaf með rosastóra köku, hún var alltaf að borða kökun hennar og duglegur að borða kökuna en þú veist, ég var ekkert eitthvað, vá, já, takk fyrir hvað ég segi þessi duglegur að borða kökuna alveg sama, borða bara kökuna Ég er alltaf þurft hrós, sko, ég er ennþá svona sko. Nei, ég er líka bara svona óður, sko. Ekki við kannski fjölskyldu en ég er alltaf smá hræddur við gammalt fólk bara eftir ég var að spila á píanó og grund sko. það er svona tráma í mínu lífi Já, segðu mér svona því Nei, það var bara ég var í þessum píanónámi í Doremi sko. Ég gleym alltaf að stæða á píanó
og það var held ég nokkur svona ári fór maður að spila á grund Já. Veit ekki af hverju sko en allir það sé ekki bara frýr píanóleikar á grund En þú kannt ekki það píanó í dag? Nei, en þú veist, þú varst bara að spila Varstu bara krakki, bara 5-8 ára Það voru krakkar að spila góða mamma fyrir þetta fólk sko. Já, þannig að þú veist, þetta var bara þannig en þá man ég bara eftir í fyrsta skipti þá labbaði inn á grund og bara það tekur móti rosalega sterk lykt svona grundarlykt Þú veist alveg hvernig lykt Það er bara piss og kúkur Ég segi það nú ekki, þetta er nú ekki Þetta er bara piss, kúkur, húð Nei, Hvað er það á? Þetta er ekki eins og leikskóla, það er eftir að vera pisskúkur líka Þetta er bara eldri kúkur, eldra piss og eldri húð Þetta er bara það Þetta er bara líkamsvessa kúka fíla, skilur En þú veist, það er alveg þrifið og svona Ég veit, en þú þrýfur ekkert ykkur á húðlykt eitthvað mjög auðveldlega úr húsnæði En mér finnst ekki endilega sama lykt og grund og á hjúkurunar eir til dæmis, mér finnst ekki sama lykt Það er minna kúka þar sko. Nei, þetta snýst held ég líka bygginguna það er ekki nóg mikið loft, svona hreinsun Já, það er bara búið að kúkað út um allt í þessu húsi bara síðan grunda byggður Allt í lagi og húð, gaman fólk missir húðina bara, þú veist, Við bara, líka Ég veit að, þetta segja við missum hann jafn mikið og bara einhver eldgamall kall Hann er bara skipt húð bara vikulega bara legur á hann húðin Nei Jú, Ég myndi frekar halda að gamalt fólk sé búið að missa húðina kannski áttrætt en það eru þau svona þau eru ekki þurr, þau eru svo ekki þurr Við höfum verið að fara mikið upp á Hrafnistu í Hafnarfirði Þið gekst allir húðinni þar út um allt Nei, sko, bara bull með þessa Ég er null að djóka, sko. Ég var mikið upp á grund sko. Amma, Elín var þar þannig að hún dó sko. Og ég pældi mikið í þessu Í húðinni? Já, það var bara húð bara í sófanum og á gólfinu og bara á teppunum Það er ekki verið að ryksuga þetta? Jú, en þú talar um lyktina það er bara af þessu og svo kúknum Þú veist, þau eru í bleium, mjög mörg sko. Já. Þú byrjar í bleiu sem barn og svo endar í bleiu sem Hvað, viltu meina að gamalt fólk sé ekki í bleiu það? Ekkert allir, nei, það er nóga 10 sem í bleiu þá að vera að skipta á bleiu bara 10 rassar, 3 svo dag Allavega, ég labbaði inn ganginn og einhvern veginn það er rosa mikið að gömlu fólkin situr bara á ganginum svona í mis bara góðu ástandi, skilurðu, þú veist það er sumir bara með Alzheimer og bull eitthvað og einhverju bara hrópa og öskra og skilurðu, þetta var kannski vondur dagur sem ég upplifði þarna grund og ég var bara hræddur Hvað heldur þú að vera gamall? Svona 7 ára Já, það getur drullu skeri ég tengi alveg þetta og svona, já, þú veist og svona læti líka svona læti? Það var greinilega bara eitthvað gamalt fólk sem var bara veikt og var bara með læti og eitthvað svona svo hef ég alveg farið á, afi var hans á grund og það var bara stemning og ég var ekkert eitthvað hræddur þar þá var ég líka orðin 30 ára sko. En svo spila maður bara þarna og það er bara allir star á þig og ég held ég hafi ekki spilað neitt merkilegra lag en bara óður undir gleðinar þannig að fagra gleði sann skýta stressaður og bara allir að horfa á mig Það situr í þér, þú voru alveg talað um þetta nokkur sinnum Já, einhvern tímann fórum við líka í tökur ég man ekki, fórum við ekki í tökur einhvern tímann á grund inn í salin og þá bara svona heldist yfir mig allt bara Jó, amma Elín var í atriði Já, hvað voru að gera? Kristján óperu Kristján Hann með okkur líka? Hann var með eitthvað atriði og við vorum að hann eitthvað syngja fyrir ömmu og eitthvað svona Já, fallið Ég man ekki alveg hvað atriði var en ég man alltaf að Kristján var þarna, við vorum ekki að elta hann og við notum ömmu mína, ég var eitthvað svona íta ömmu fram og tilbaka og næstu að missa hana Var hún til í það? Amma Elín? Já, var hún meðvituð eitthvað Amma Elín með hraðfréttir Já, hún var mikill humoristi sko. Amma var mjög fyndin sko. Mjög fyndin Hún átti að til líka svona hata suma hún fann sumir svona frægir en hún horfði alltaf sjónvarpið allan daginn horfði bara allt sem var RÚV og Stöð 2 og Símanum allt og henni var sumir alveg öðmulegir ég ætla ekki að fara að segja hverjir henni fannst öðmulegir en ég held að það myndi nafngreina það myndi ekki skipta máli að því að hún bara býti eitthvað í sig en ég á sko vídeo af henni að tala um að eitt sem er bara svona þjóðareign þetta er bara frægur íslenskur maður sem bara ætti ekki að fara í tökunar á neinum hann fer ekki eins og í tökunar á mér sko hún bara, ég hata hennan mann ég eitthvað, hvað sagður þau? Og ég á þetta á vídeo sko, þessum hún er að horfa á þátt sem þessi maður var að gera alveg hatar hann þjóðareign ok, kannski þjóðareign too much en hann er mjög þekktur sko. Viltu ekki segja? Viltu ekki segja hvað það er? Nei, hann er svo mikil dúlla maður það skrítið að amma mín hafi hatað hann Já, það er svo fyndið það því að augljóslega hatar hann enginn Nei, ég veit ekki hvað hún hataði hann sko. Þetta var ævar vísindamaður Já, það er náttúrulega, það hatar hann enginn
Ævar bestur sko. Já, geggjað. Ég skamma hana líka bara. En hvað þá væntanlega bara farið eitthvað í töðunar á henni, bara eitthvað smá. Ég meina það eru örugglega margir sem hata Gísla Martin og hata okkur og já. fullt af ömmum og öfum sem hata alla. Já, mér finnst bara svo skrítið að hata Ævar sko. Það er svo margir aðrir sem gætir hatað. En að hata Ævar vísindamann, hann er engum manni gert neitt. Nei. Og þá hefur hún verið að horfa á eitthvað barnaefni, það sem hann hefur Ævar vísindamaður og hún hefur haldið þetta væri fyrir fullorðna eða eitthvað. Já, það eftir þess að Ævar sér samt svona, það er ekki svona pjúra barnaefni, það er meira bara svona fyrir svona alls konar. Já, algjörlega, sko. En það er, ég elska hann að bitið í sig, sko, af því það er alveg eiginlega fáranlegt, sko. Ég fór bara skellilega þegar hún sagðist hata Ævar vísindamann, mér finnst það svo random, sko. Já. Ég myndi halda fyrir eitthvað, það var auðveldar að hata bara eitthvað sveppa eða eitthvað. Já. Alltaf að bera sig eða þig, skilur við. Já. Það er örugglega einhver á 11 milljón úti sem algjörlega hatar mig. Ég leik nú ég var að leika í Kjörís TikTok-vídeói. Ég gera það ekki að vana mínum að lesa komment. Ég er nú ekki með síman á mér að því að strákundir í jónum frammi. Var hatur þar? Var hatur. Það var bara svona 15 komment hvað ég var ömulegur og astnalegur og glataður og heldurinn hans er fyndinn og þessi lunga hættur er fyndinn og hann er ekkert sniður og... What? Já. Ég var að finna þetta. Maður segir alltaf svona fari ekki í taugarnar á sér en þetta fyrir ekki í taugarnar á mér. En mér er bara svo fyndið að hafa svona sterkar skoðanir. Þetta er eitthvað TikTok-vídeó fyrir Kjörís. Ég veist að leita af æskasísnum að hann er að koma aftur út núni hérna. Já, hann er ömulegur þessi. Já, ég er ömulegur. Já, nei maður... Hraðfréttafannar er ekkert fyrir alla, sko. Hann er náttúrulega kolruglaður, sko. Fólk gleymir í stundum að hraðfréttafannar er eitt og hraðfréttabenni líka. Já. Þú varst ekki svona kokki og ömulegur og leðilegur, nei. Kannski ekki alveg, en kannski smá eða eitthvað svona. Ég myndi ekki segja að þú er ekki hrókafullu maður. Nei, ég er ekki hrókafullu. Og ég er ekki jafn kjánlegur og ég er, því við mátt tala við sem að íkja sjálfan okkur, sko. Nei, þú ert eiginlega ekki, sko. Mér finnst í... Sko, hraðfréttafannar veður og einn í annað svolítið og það er svolítið svona frakkur, skilur þú ert alveg ég er smáfrakkur fráfrakkur og veður alveg en þú ert samt hæglátur. Já, svona í lífinu mínu er ég ekkert eitthvað að æða inn í komfortzónu á fólki og eitthvað Nei en svo fyndið þegar fólki drukkið og svona þá heldur oft fólk þegar maður skemmta ásóttíð með eitthvað svona heldur fólk alltaf að ég sé eins og ég er í þessum þáttum hraðfréttum. Þá byrjar svona knúsaði og... Já, bara maður sem kisti mig daginn ásætti þar sem við vorum að skemmta. Kótið hérna og... Já, þú ert alltaf að kissa alla. Hvað er þetta að gera? Það er enda alveg furðulegt, sko. Ég hugsa, þetta er svona fyrsta sem kom til mín var bara, hvað er þetta að gera? Þetta kissa mig. En ég bara svona, hlóa þessu. Allt er góðu, sko. Ég er ekkert... Hvað segir maður? Ég er ekkert... Traumatiserar eins og ég og allir heimilinu. Nei, en þú veist ég er svona, þegar ég kom heim þá hugsaði ég svona, myndi ég gera þetta kissa bara mér finnst reyndar ekkert finnir hann að kissa fólk, sko. Já, eins og fullt fólk er alltaf heldur hann að muna eftir þessu daginn eftir hvað er það? Kissa fannar hann eða bara, ég kisti fannar. Svo bauði hann mér upp á okkur staup líka og eitthvað svona var ekki hann að fylla mig. Ég er nefnilega með gott trikk fyrir þá sem ef einhver býður staup, þú náttúrulega þekkir þetta. Ég ætla að segja hlustandi frá þessu. Af því oft er verið að bjóða mann staup svona þegar maður er á fyllir eða í brúðkaupið eða eitthvað svona. Ég segi alltaf já, sko. Ég segi alltaf takk fyrir. Já, endilega gott með staup, svo bara svona hellið í því. Svo skvetti í gólfið. En við komandi ekki sjá þig? Nei, þegar fólki komið í glas, þú veist, það var enginn að pæla. Það bara skvetti og þykist drekka og nei, takk fyrir staupið, vilt annað? Já, takk fyrir það. Skvetti á gólfið. Viltu meina það sé þá betra að gera þetta heldur en að segja nei takk, ég vil ekki staup? Já. Þá færðu bara skítin á móti þér. Hvað er það þér maður? Já, og ég nenni því ekki. Ég segi bara já, takk fyrir það. Þegar þú myndir segja mig eitthvað, viltu staup? Ég myndi segja nei, þá er þér drullu sama. En þetta er eitthvað svona, kottu ég að gefa ykkur strákunum með staup. Ég er svo gaman að ykkur því þið voru á sjó. Kottu ég með staup. Já, nei, ég vil ekki staup. Já, það er svo aðsland að segja nei takk, sko. Þetta er bara svona gesture, skilur. Já, ég veit það. Þá bara já, takk fyrir það maður. Svo bara skvetta, þykjast taka. Annars myndan líka svona, hvað er að þér? Djúvill lítur verið umurlugur og rókafötur. Ég er að fá svona fullt fólks svona hroll, sko. Já. Ég er nefnilega að fara í 3 daga brúðkaup núna eftir ekki talangan tíma, sko. Djúvis, tímið það. Er það erlendis? Nei, nefnilega ekki, sko. Nei. Það væri næstíð betra að væri erlendis að því það er svolítið erfitt að redda pössun fyrir 3 börn, sko. Og fólki finnst einhvern veginn að þetta er á Íslandi, það vera svona minna mál, sko. En þetta er samt út á landi og þarft að taka við erum að fljúga, sem sagt.
Já, þetta fyrir austan. Fekk allt í einu saman panik, þetta brúðkaup eitthvað lindó, svo ég sagði, nei, mér fólki sem halda þetta Þetta búin að bjóða fólki. Þetta ekkert surprise brúðkaup. Það getur ekki verið. Nei, þetta á Seyðisfirði. Já, það nú fallegu staðar að halda brúðkaup maður. Já, en ég að segja, þú komið þangað, það jafn ekki vesen að koma þangað og bara fljúga til London, skilur. Þú veist, það aðeins styttra flug, en þú veist, ef eitthvað kemur fyrir, þá ég ekkert komin heim strax. En mér finnst þessu fólkinu mínu þú getur vissulega hoppað upp í flugvél og verið komin heim. Þú getur líka gert það í London, skilur við? Já, það samt, það að fara í eftirlitið og vera komin 2 tími fyrir og Já, hérna alveg nóg að vera komin kortir fyrir. Þetta einhverju klukkutímar til eða frá, skilur við? Þú ert alltaf ekki brúðkaup, þetta ekki bara á gullhömrum, skilur við? Þú getur ekki bara skotist heim. Nei. Þú veist, þetta 3 dagar og það verið að gista og svona. Já, ef það óveður og ekki flogið og það ert í vandræðum. Já. En manni finnst svona eins og fólkið sem að fara að passa fyrir mig. Ég tala illa fólkið sem að fara að passa fyrir mig. Ég ekki að tala það, en mér finnst eins og fólki finnst það svona ekki heilagt eins og ef þetta væri á Ítalíu, skilur, það er bara farin kemst ekkert heim, þið reddið þessu, þið græðið þetta það er miklu meiri svona, ég er að byrja ábyrða börnunum að því að foreldrarnir eru erlendis. Er lagi með Aron? Ok. Erum alveg að vera búnir? Alveg að verða búnir. Fáðu ykkur bara meiri ís og nóanami. Já. Takið nóanami með ykkur, farin í kæli, fáðu ykkur drikk. Hérna? Chillið, hafið það gaman. Pop, þú elskar pop. Súkkulaði húðað. Herru, en hérna hefur eitthvað verið að nýta þér heimkaup, Benni? Já, ég gerði það nú endar. Sætliði steinn. Ég vil verði döðunar að mann sé hérna. Nei, ekki var að tala í mikrofónin. Já, nýttur þér heimkaup fyrir ammalið? Já, ég hérna. Og var það fljótt komið heim til þín? Bara á einhverjum korter eða eitthvað. Það var ekkert mál sko. Það er ógeðslega þægilegt. Ískalt líka. Ég veit að heldurðu að því að nú eru komin þangað að geyma bjór eða drykki út á svölum er ekki gott, eða þú veist, þeir eru ekki kaldir út á svölum. Það er enda sko bofi er alveg frekar kalt svona á kvöldin. Ég til dæmis í morgun fór ég út með hérna krakkana og það var alveg smá svona kalt. Já, svona góla einhver. Já, þannig að eins og leið að sólinn kemur og vissulega getur ekki geymt út á svölum. Nei, það er ekki hægt sko. Nei, en já, það er góða punktur. Ertu að meina að þú veist, þú ert að panta kannski 6 kassa, er þetta að geima það heima? Já, herru, ég aldrei pælti þessu. Pælti þessu, að því að ég er enda með bara venjulegan ískáp, ég er ekkert með eitthvað svona doðrand eins og þú. Ert þú ekki með svona amerískan? Nei, semi-amerískan, en þykkur. Þetta er eiginlega bara venjulega stór ískápur en er samt tvöfaldur en lítill, skilur við. Já. 2 skúfur eða svona, já. Eitt sem ég var að hugsa þegar þú varst lítill, voru ekki fleiri með fristi kistur? Jú. Er það ekki búið? Jú. Eða svona í grunninn eru færri heimili með fristi kistu sem er svona stór og opna svona? Rétt. Af hverju er það hætt? Það er bara þegar aðgengi að ferskvörum er svo auðvelt. Fólk er miklu minna eitthvað svona hamstra kjöt og afþýða og hvað var fólk að geyma í fristikistum? Bara heilu lambalærin? Já, og bara fisk og bara mat. Og ís? Já, ís. Ég man alltaf heim á ömmu Elinu og fór maður niður í kjallara og það var fristikista og hún var tróðfull af einhverjum kjöti og fisk og drasli. Hvað segir Eysteinn minn? Það leitaði einhverju? Já, mér langar ekki að fá. Já, það er hana í skúfunni, nei hana, skálinni. Dittu, hún vil hafa þig hérna. Herru, en hérna ég ætla líka að fá að hrósa kranabílnum, Benni, vinið þínum. Nú er ég að fara að snirta annað, ég er með 2 svona jólatré, grenitré. Já. Og ég fekk þá til þess að hjálpa mér með það. Kranabíli.is. Og þetta var snild. Já. Og hressir, ég er svo gaman svona hressu fólki sem kemur og hjálpa þér og græja hlutina. Já. Ég er ekki búin að taka það alveg niður, en það er planið, að taka allt tréð og losa með það. Af hverju? Er ekki skjól? Jú, það er 2, ég þarf ekki 2. Já. Það er bara að taka annað þeirra, líka meira pláss í garðinum og svona. Já, svo langar langar í svona heiðarlega þvottasnúru. Svona gamaldags, svona, sem snýst svona getur hengt föt á þetta. Já, hún er alveg búin að vera með þetta heilanum sko. Það er eitthvað sem kemur að austan. Já. Það er svona sér í garði á Austfjörðum það snýst og heyrist hljóði. Já. Ég myndi ekki vilja þetta í garð, þetta er ljótt í garð. Já, hún er með eitthvað svona rómantískar hugmyndur að hengja eitthvað svona utan að sængunum. Það er nú bara nokkri dagar á ári sem þú getur það heldur sko. Koma inn og þetta er svona ferst. Gætur ekki bara verið með þetta í bílskúrtum og setja þetta upp svona bara þegar það hendar? Jú, en það var svona þægilt eins og núna. Nú er þurrkarinn okkar bilaður.
en ég þarf að sjáta á Ormsson, ég þarf að fara til þeirra og kaupa með nýjan þurrkara, eða fá nýjan þurrkara hefðum. En í millitíðinni þá var næs að geta hengt þetta á þvottasnúruna. Ok, ég er ekki að skilja þetta. Ekki samanlega því að? Nei, svo riðgar þetta og einhvern veginn, vissin á þessu. En hérna, ég ætlaði að nefna eitthvað með eitthvað, ég búin að gleyma því. Hvað er að gerast núna? Nú er eitthvað labbaðinn, drengirnir. Þetta er því að mér langar í hórkrop. Já, það er að núna í skálinni, fullt að því. Eða hér og nýja, þið finnir þetta. Allt í nammi, strákar. Herru, svo náttúrulega eitt ef ég gleymi brúðkaupsgjöfinni, segjum það, í bænum, þið fyrir austur, pósturinn, getur sendt hana til mín. Bam! Betur, búm, búm, búm. Ekkert mál. Ég myndi bara frekar græja það núna, skilur. Það er enda sko, eina sem er sleðilegt, það er eitthvað svona hópur sem ætlar að saminast eina stóra gjöf, sko. Ég er svo mikið fan að því að ég gefi bara mína, næsti gefi sína. Herru, ég er að fatta núna, skuldum við ekki vina okkar brúðkaupsgjöf? Gáðum hann aldrei? Nei. En það er, sko, þegar þú heldur brúðkaup erlendis og ert að ferja fólk út má ekki sleppa brúðkaup. En þetta brúðkaup er á Seyðisfirði, má sleppa þeir líka? Já, ég myndi segja að ef að kostnaðurinn fyrir ykkur að fara nemur meir en 50.000 þá bara sleppið brúðkaupsgjöf. Herru, þetta er góð pæling. Já. En það er verið að gefa mann svo góða minningar, sko. Mér finnst fátt skemmtilegra en að fara í brúðkaup þar sem að ég kemst ekki heim til mín og þarf ekki að sinna börnunum mínum. Það er að koma. Við þökkum kæra fyrir okkur strákar. Eitthvað lokaorð frá ykkur? Aron, viltu segja eitthvað lokum? Má Aron verið mynd? Þetta er búin að spurja pappa sem mömmu. Nei, reyndar ekki. Nei. Við blörrum hann bara. Ok. Egið góða hvítasunnu? Nei, hún er alveg búin. Er ekki Gunnar Sigur á svona miðvikudaginn? Það eru Gunni Sigur á miðvikudaginn og þá ætlum við að gefa út Gunnar á völlum þáttinn sem var sýndur á liveshowinu. Bam, hann er að koma. Þakku fyrir okkur, verið sæl og ég elska ykkur.